Komið sæl og velkomin á Þjóðbraut á fimmtudegi, klukkutími framundan af alls konar umræðum helstu stóra málin og hér á eftir verður Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra hjá Sölva, sest hér og við ætlum líka að athuga hvernig búið verður að þeim sýrlensku flóttafjölskyldum sem eru komnar til landsins og hvernig verður búið að þeirra framtíð hér. Við ætlum hins vegar að byrja á þessu. Þingmenn sestir hér hjá mér. Það er Páll Magnússon, Sjálfstæðisflokki og Hanna Katrín Friðriksson, Viðreisn og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata. Velkomin. Takk. Ég nú reyndar hérna komst að þið á þannig að þið tvö, þið eru samferða í eiginlega einu öllu á þinginu núna. Já, eiginlega í öllum nefndum og svo hér líka. Þú ert formaður atvinnuveganefndar og þar sem að þú situr líka, ætlum líka að ræða Trump á eftir og þú hefur nú tekið svolítið sterkt til orða Þórhildur á þingi og vakið eftirtekt með það, en skulum byrja á sjómannaverkfallinu. Það hefur staðið í 7 vikur, það er fundur á föstudaginn á morgun, það er ekki bjartsýni, það talaði að tapið á dag geti verið 900 til 1300 milljónir króna. Það eru 1600 manns í fiskvinnslu og atvinnuleysisbótum, aðrir 500 fá kauptryggingu úr atvinnuleysistryggingasjóði. Það er verið að tala alls konar hluti, til dæmis bætur fyrir sjómannaafsláttinn sem var afnuminn eftir hrun. En hvernig, ég ætla að byrja á þér, Páll, þú ert með ræturnar í Eyjum, hvernig horfir þessi deila við þér? Þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál og alvarleikinn eykst eftir því sem tíminn lengist. Þetta eru 7 vikur, ég held að þetta sé að slá í það að verða eitt lengsta verkfallið í þessum geira sem verið hefur. Og þetta versnar dag frá degi og það er náttúrulega, þetta kemur svolítið mismunandi niður í tíma. Þetta bitnar fyrst á þeim auðvitað sem þú nefndir til söguna sem hafa verið komnir á atvinnuleysisbætur, missa bónusa, yfirvinnu og bara lífsviðurværið, þetta er lífsviðurværið, þannig. Stoðgreinarnar í þessu og litlu fyrirtækin sem hafa verið að flytja út ferskan fisk með flugi á hverjum degi, þeir eru að missa kúnnana við það að verða gjaldþrota. Það má kannski segja að þolið sé mest hjá stærstu fyrirtækjunum og en það verður að finnast lausn á þessu og auðvitað binda menn, en ég held að þetta sé síðasta vonin til þess að samningslausn takist felst eiginlega í þessum fundi á morgun. Þannig Kjaradómur, það hefur verið nefnt, finnst ykkur þekkt að tala það í alvöru? Mér finnst mjög hæpið að tala það á þessari stundu. Þetta er náttúrulega bara eins og Páll segir og ég held að allir taki bara undir. Þetta er grafalvarleg staða fyrir alla hlutaðeigandi og þjóðfélagið í heild. Enga síður þá verðum við að halda í vonum að menn nái saman til þessi verkfall ætluð að menn seti fram sína kröfur og væntingar og nái saman og það verður bara höfða til ábyrgða tilfinningar þeirra aðila sem eru þarna en aftur, svolítið eins og Páll segir, að staðan er misalvarleg hjá aðilum sem eru að koma að þessum málum sem skekki svolítið myndina og kannski samningsviðræðurnar sem hafa einfaldlega meira þol en aðrir. En það breytir því ekki að við verðum eiginlega að ganga út frá því að þessi mál séu leyst án atbeina stjórnvalda. Já, það er náttúrulega búið að tala það verði ekki sett lög og enginn hefur viljað það, allavega segir það enginn upphátt. Þetta og sjávarútvegsráðherra, Þorgerður Katrín segir það, ekki sett lög og útilokar reyndar ekki, en allavega ekki núna. Og hvert er stóra vandamálið? Er það kannski bara það er ekki traust á milli manna? Já, ég held að það sé partur af því það eru alls konar vandamál í þessu og þetta er náttúrulega þetta er alveg sér á parti, samningar sjómanna og útgerðarinnar. Þetta er allt öðruvísi heldur en allir aðrir kjarasamningar á Íslandi byggja á allt öðrum forsendum, grunnurinn er allt öðruvísi í þessu hlutaskiptakerfi. En ég held að í stóru myndinni verðum við að líta á þetta svona. Samfélagið hefur falið þessum aðilum að nýta auðlindina. Getum við deilt það undir hvaða formerkjum það er gert og hvað greitt er fyrir og svoleiðis. Þeir bera þá ábyrgð gagnvart samfélaginu að þessi nýting stöðvist ekki, að þetta sé nýtt með sem hagkvæmastum hætti. Þannig að samfélagið á kröfu á hendur þessum aðilum að þeir nái samningum. Ertu að tala þá aðalega til útgerðarmannanna? Nei, þá er ég að tala um útgerðarmennina, ég er líka að tala um sjómennina. Það er samfélagslega ábyrgð þar líka. Sérstaklega vegna þess, út af þessu sem ég var að segja. Við höfum þetta hlutaskiptakerfi, þar sem þeir deila ávinningnum af þessu, útgerðin og sjómennin. Öðruvísi heldur en launþegar og atvinnureikendur. En svo kom alls konar hlutir inn í þetta. Svo kom alls konar hlutir inn í þetta fyrir að flækja þetta, en ég held að nýsmíðagjald og fæðispeningar og mjög margt sem flækir þetta mál, en ég held að aðalatriðið sé þetta
að samfélagið hefur, sko, ég held að við séum öll í grundvallaratriðum á móti því að ríkið grípi inn í kjaradeilur af þessu tagi. Já, það svona kannski að orka svolítið eins og ofbeldi. Já, það er eiginlega algjörlega óviðunandi. Það er réttindi fólks til þess að semja sín eigin kjör mjög mikilvægt. En það er líka óviðunandi fyrir samfélagið að auðlindin standi ónýtt. Það eru svo margir aðilar utan, sko, Þórhildur, utan þessa sem eru fórnarlömb, sem að eru ekki í deilunni og allir sem að koma að sjávarútvegi og náttúrulega fiskvinnslufólki náttúrulega líka. Já. En þú nefnir einmitt þetta nýsmíða álag sem er búið að tala um að sjómenn taka einhverjum hluta þátt í kostnaði við smíði nýra skipa. Já, ég get ekki sagt mig það að vinnuveitandi minn léti mig borga fyrir uppbyggingu á nýju skrifstofuhúsnæði handa mér. Já. Mér þykir það bara ekki boðlegt. Nei. En það er samt með takmarkanir á þessu, samt sem áður. Já, og sjálfsagt aðrir færar að tala um þetta, en þetta er eina af þessum kröfum sem að sjómenn eru að gera og ég finn bara fyrir miklum samhug með þeim og stóð einmitt með þeim á samstöðufundi á Austurvelli fyrir ekkert svo löngu síðan og fann að það er samt töluverður tökkur í sjómönnum og þeir ætla ekki að gefa svo auðveldlega eftir og þeim er bara nóg boðið þessa dag. Það er rosaleg samstæða. Já, það er mikil samstæða og þeir svona virðast vera að finna sig kannski svolítið í hlutverki sem að allavega það sem að ég upplifa þeim sem að voru þarna staðnum hafa ekki verið áður að vera að mótmæla, að vera að standa fyrir rétti sínum, fyrir framan Alþingi og þetta væri hlutverk sem að mörgu þeirra hefði kannski ekki hugnast fyrir en þeir upplifa svolítið svona eigin skinni að þeim finnist vera að brjóta á sínu rétti og þeir hafa áhyggjur af því að það verði sett lög á verkfalli og þar með verði þeirra réttu til þess að semja sín eigin kjör, tekin frá þeim með valdi og mér skilst að þetta hefur alltaf verið gert á verkföll sjómanna. Það er svolítið sporin hræða í þessu. Það er svolítið svona, það er hikað við og það kannski líka, Hanna Katrín, kannski hefði verið svolítið bratt að ný ríkisstjórn að eitt fyrsta verki var að setja lög á verkfall sjómanna. Ég meina hefði það bara ekki hleypt öllu upp í bál og brand. Þetta er náttúrulega aldrei óskar staða að fyrir stjórnvöld en í nýja ríkisstjórn, þetta er ekki hveitibrauðsstaða sko, það verður nú bara að segjast eins og er og í ljósi mikilvægis þessarar atvinnugreinar og nákvæmlega hversu nátengd hún er okkur öllum og tengist inn í allar byggðir landsins og sveitafélögin eru þarna stórir aðilar þannig að það er engin ósnortinn, það er bara þannig, en enga síður þá er þetta deilur milli þessara tveggja hópa eða aðila sem maður verður bara að höfða til að finna leiðir til að leysa það. Svo gerir þetta náttúrulega málið ennþá erfiðara. Það er verið að semja við aðstæður sem eru slæmar eiginlega fyrir báða aðila vegna þess að þetta, út af þessu hvernig þetta kerfi virkar, þetta hlutaskiptakerfi og svoleiðis, þá fylgir þetta þannig að báðir aðilar, útgerðin hefur verið að taka 15–20% afkomuskerðingu út af gengishækkun, ef við tökum það, bara það eitt og sér. Sama gengishækkun þýðir 15–20% kjara skerðingu fyrir sjómenn. Þannig að báðir samningsaðilar eru að semja í vondum aðstæðum. Því að báðir hafa verið að taka ákveðið högg í afkomu sinni og svo kjörum hjá sjómennunum. Þannig að það gerir þetta sennilega ennþá. Og svo maður kannski segja sko að þegar maður lítur til lengri tíma þá hafa sveiflur jú verið í báðar áttir að því hún nefnir gengið sko. Þannig að einhverju leyti jafnast þetta út. Við erum síðan með fólk, það eru bæði sjómenn og svo eru fyrirtæki sem eiga mismunandi langan lífaldur á baki í þessar atvinnugrein og leggja sitt persónulega mat á hversu kjörin hafa skerst þá, hvort það er lengri tíma. Þannig að það eru mörg atriði og svo eins og við vorum að tala um áðan, þá er þetta þriðji aðili eða þriðju aðilar sem kannski hafa tekið höggið fyrst og snarpast í allt. Þannig að það gerir þetta erfiðara. Mér finnst líka mikilvægt samt að raddir sjómanna heyrist meira. Mér hefur ekki fundist bera nógu mikið á þeim og ég hef tekið eftir ítrekað í fréttatímum þar sem hefur verið að fjalla sjómannaverkfallið að það er bara að tala við einn aðila málsins. Þegar að tveir deila þá væri ágætt að tala við báða aðila og ég held að það skorti svolítið upp á að sjómenn fái að láta rödd sína heyrast nógu mikið af því að það er auðvitað mjög mikilvægt að heyra líka frá þeim hvert þeirra við það. Algjörlega, kannski ekki eins sameinaðir í sinnu sko, það getur verið spurningin. Það eru fleiri náttúrulega. Fleiri sko, það verður oft þannig en þetta er alveg hárrétt. Þetta er náttúrulega sko, þetta eru mjög margir sem að sitja inn á þessum sko, maður hefur þessi myndirna bara frá ríkissáttasemjara, þetta er engin smá fjöldi fólks, þannig að maður verður kannski ekki sérlega bjartsýnn þegar maður sér hversu flókið er, en kannski að manninu sem að mjög margir vilja ekki einmitt tala við, það er Donald Trump. Hann er búinn að gefa út hérna úr þessar tilskipanir sem eru margar
Á ég segja nýstárlegar? Nei, það er kannski ekki alveg orðið. Suma nýstárlegar, aðra vekja upp ansi slæmar minningar. Já, þetta vekur upp mjög sterkar tilfinningar hjá fólki. Þórhildur Sunna, þú tókst mjög sterkt til orða á þinginu núna í vikunni. Já, ég gerði það. Þú reynilega kallaðir hann fasista. Ég sagði að ég hefði áhyggjur af því að Bandaríkjaforseti væri fasisti og kvenhatari og rasisti. Enda hafa hans gjörðir bara sýnt það, svo bara þetta er með ólíkindum hvernig þessi maður leyfir sér að hafa sér og það í æðsta valdaembætti Bandaríkjanna. Ég hef sérstaklega miklar áhyggjur af því að muni hefja pyntingar á nýju þrátt fyrir mótþróa í stjórninni í kringum hann. Að þá hefur hann lýst yfir miklum áhuga á því að hefja pyntingar og í raun og veru lýst yfir þar sem að mér þykir bara svona frekar sjúkum áhuga á því að hefja stríðsklæpi að nýju, eins og til dæmis að myrða fjölskyldur meintra vígamanna. Og þetta eru hlutir sem að ég kannski sem sérfræðingur menntuð í alþjóðlegum refsirétti hef sérstakar áhyggjur af. Út af því líka sko að Bandaríkjamenn svona að hefðbundnum hætti komast venjulega undan svona alþjóðlegu réttlæti við margar aðrar þjóðir kannski. Og ég hef talsverðar áhyggjur af því, en það að til dæmis að ætla að banna fólki frá ákveðnum löndum að koma. Það er 7 ríki, múslimríki. Þetta er náttúrulega brot á bara grundvallar reglu réttaríkisins og grundvallar reglum mannréttinda eins og þau horfa við okkur í dag, sem er að það megi ekki mismuna fólki í lögum samkvæmt til dæmis trúarbrögðum eða uppruna eða þjóðerni. En getur þá verið að sko, ég meina, ef Trump brýtur stjórnarskrána, þú veist... Hann brýtur náttúrulega stjórnarskrána. Og getur hann það bara aftur og aftur? Þú ert nú menntuð þarna ytra. En sko, þetta með Trump, sko, þetta er... Ég bara aðeins að ég fara aftur, ég ætla að fara allavega aftur til ásins 1922, sko, þá birtist leiðari í New York Times, þar sem leiðarahöfundur var að ræða Adolf Hitler, sem þá var að fara mikinn í sínu heimalandi og leiðarinn gekk allir út á það að menn þyrftu kannski ekkert að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað gerist þegar hann kemst til valda, þannig að hann væri að nota ákveðið orðfæri til að laða að sér ákveðna hópa með ákveðna skoðanir og síðan myndi hann alltaf eðlilega hafa þessar öðruvísi þegar hann kemst til valda. Og þessi leiðari er reglulega tekin upp núna, mjög svo hópum til að minna á að eitt af því sem hann þarf nú líklegast að hafa áhyggjur af núna þegar nýkjörinn forseti Bandaríkjanna er tekin við og það hljómar svolítið sérkennilega, en það er bara áhyggjur af því að hann sé maður orða sinna. Þannig að hann virðist eiginlega ætla sér að verða það og það er bara skelfilegt. Standi við kosningalofurinn. Og hann gengur svo skipulega til verks, hann hreinsar út fólk, hann fer í alla, það er þessar tilskipanir, fyrir utan þetta sem við erum að ræða hérna, þá er það þessar tilskipanir sem hann skrifar undir í sambandi við að stoppa fjárframlög til hjálparsamtaka sem styðja fóstureyðingar eða bara tengja sig við það á einhvern nátt, algjörlega óháð því hvað er. Hann er að hóta því að beita á þær konur einhvers konar refsingum ef það er þiggja þessar fóstureyðingar. Hann er að afturkalla réttindi samkynhneigðra, það er að segja, hann er ekki að afturkalla réttindin, hann er að setja lög yfir þau. Það er að segja, hann ætlar ekki að afturkalla réttindi en hann setur lög sem segja, það er engin viðurlög við því að framfylgja ekki réttindunum, lögum réttindi. Þannig hann er að taka það, hann er bara, og hann er gríðarlega skipulagður. Þannig ég óttast að við sitjum bara og séum bara rétt að horfa á byrjun. Hvernig mynd blasir við því, Páll? Sko ég vil nú hafa, ég tek undir margt af þessu sem Hanna var að segja sérstaklega og hef auðvitað þessu miklar áhyggjur. Sko í fyrsta lagi trúði ég því aldrei að hann kæmist til valda. Og í öðru lagi trúði ég því að þegar hann komst svo til valda að kerfið seti nú sko bara lýðræðiskerfið í Bandaríkjunum. Hann checks and balances. Komi nú til með að það séu nú þarna girðingar sko. Því að þetta er nú ennþá stærsta og öflugasta lýðræðisland í heiminum sko. Og ég hef enga trú á því, við sáum fyrstu viðbröðin náttúrulega var það að dómstól frestaði þessum aðgerðum Trumps, fyrst þarna til að byrja með. Þannig að sko, ég vil trúa því ennþá að þetta að þessi sviðsmynd, sem er vinsælt orð, sem er að draga upp að því hvað getur orðið versta myndin sem blasir við okkur í Bandaríkjunum, að það séu nú ákveðnir varnaglar og girðingar sem koma í veg fyrir það að þetta gerist. Er það dómstólar þá helst? Til dæmis það eru dómstólar, þingið og það er náttúrulega það sem fólk er að vona, fyrir ekki aðeins. Ég heyri þá vini mínum, því þú vísar aðeins í búsetu mínu þarna úti, að vini mínur eru farnir að segja að það er eiginlega síðasta vígið, hann gangi svo langt í hróka sínum að hann brjóti einhver lög sem verður þess valdandi að það verður hægt að koma honum frá. Er það dómstólar Þórhildur? Dómstólar og þingi náttúrulega, en repúblikanar eru í fádæma sterkri stöðu akkúrat núna og hann þarf nú aldeilis að ganga
ganga fram að þeim til þess að þeir ætla eitthvað að gera í hans forsetatíð. Það eru reynda margir flokksbræður sem hafa lýst mikil andstöðu við þess að Já, algjörlega, en ég á erfitt með að sjá fyrir mér að repúblikanar fara samt í það að ætla að ákæra forsetann og komunum frá völdum. Það er í raun og veru eina valdi, það er í raun og veru eina leiðin til þess að koma þessu manni að valdastóli fyrir utan það að bíða af sér þessi 4 ár náttúrulega. Og ég hef efasemdir að það gerist, en það er eitthvað sem að gæti gerst ef hún tekst að ganga gjörsamlega fram af Þetta impeachment sem við talaðum, íslenska orðið af því, en... Já, það er svona okkar form af vantrausti á forsetann. En má hann brjóta stjórnarskrána bara eins oft og... Já, hann má það náttúrulega Þingið þolir það. En það er svo merkilegt... Já, dómstólarnir grípa inn í það. Dómstólarnir einmitt hafa tækifæri til þess að vinna gegn þessu, en við sjáum líka að sem sagt, í raun og veru dómsmálaráðherra, secretary, hvað heitir það aftur, aðal saksóknari í Bandaríkjanna, hún var bara rekin fyrir það að ætla ekki að framfylgja þessari skipunan, svo sagðist vera andsnúin henni út af því að hún var andsnúin stjórnarskránni og nú erum við að bíða eftir að hans kandidat, hann rak hana bara því að Já, ég meina það var vika í hans kandidat sko, þannig að þetta var svona frekar symbolíst frekar en eitthvað annað, en á sama tíma þá er þetta mjög hættuleg sko framkoma við réttaríkið í Bandaríkjunum að reka svona einstakling fyrir sko meint svik við forsetann. En þegar að svona gerist, þá kemur nú kannski einmitt í ljós brotalaminnar í kerfinu. Já. Eða styrkirnir, það er það sem við vonum. Það er það sem ég var Við erum samt að sjá með dómstólaleiðina að sko það eina sem er verið að stoppa er fólk sem er með landvistarleyfi og er í landinu, allt annað heldur. Þannig að það er ekki búið að fara niður dómstólaleiðin með neitt annað heldur en það að fólk sem er með grænt kort og er með landvistarleyfi í Bandaríkjunum er frá þessum löndum að það sé ekki hægt að vísa þeim úr landi og þeir sem eigi rétt á að koma inn þessum 2 dögum áður en að þessi tilskipun var sett að þeir megi ennþá koma út af því að þeir hafi lögmætar væntingar til þess. En tilskipunin í sjálfu sér heldur ennþá. Og það hlýtur náttúrulega að vera mikið áhyggjuefni þegar við erum farin að hverfa aftur til þeirra tíðar að það sé hægt að banna bara ákveðin þjóðabrot og banna bara fólk frá ákveðnum löndum. Þetta er furðulegt Byggt á trúarbrögðum, byggt á uppruna. Já. En þetta er sko, þetta er náttúrulega, hann skipar í 4.000 embætti eitthvað svoleiðis. Nú svo skipaði hann hæstaréttardómara daginn og hann gerði það bara í beinni útsendingu og var með starfsviðtölin eins og í raunveruleika þættinum sem hann var eins og með. Já, og ég meina, svo maður heldur ekki gleyma þessum tengslum sem að fjölmiðlar ytra og aðrir hafa nú verið öttulega að benda á að mjög mikið á þetta er mjög samofið hans viðskiptahagsmunum. Bæði þessi lönd sem voru valin að þessu sinni og annað, þannig að hann er ekkert aldrei búinn að sleppa tökunum á því sko. Þannig að það er nú annað sem býr þarna baki, virðist vera. Það er einmitt það sem ég hef áhyggjur af, það er hvað hann er tengdur inn í þessi risa fyrirtæki og þessi risa lobbyisma í Bandaríkjunum og hvað hann er tilbúinn að ganga langt í að koma þeim til æðstu valda í Bandaríkjunum. Og þess vegna dettur mér í hug hugtakið fasismi. Það er stórt ríki og stór fyrirtæki og ýta niður réttindi minnihlutahópa og ráðast á frjálsa fjölmiðlun og við erum að sjá bara varúðarmerki eftir varúðarmerki. Getum við gengið svo langt að... Nei, ég held að sko með verið aðeins að hemja sig í þessu Bandaríkin er ekki fasískt land sko. Þetta er ekki fasískt samfélag. En það var ég ekki að kalla Bandaríkin fasísk, ég var að kalla bandaríska forseta Já, þú varst að kalla... fasísk. Já, en sko þetta er þannig að þegar við erum með lýðræðisskipulag, dómstóla, þing og þar fram eftir götunum, þá verður ekki landið fasíst við það að menn telji sig hafa séð einhverja tilhneigingar hjá einhverjum einstökum manni þó þessi forsetinn sko. Þannig að þetta er ekki alveg svona, þannig að ég held að við verðum aðeins að hemja okkur í þessari bölsýn út af þessu. Allar þessar áhyggjur eru fullkomlega gildar sem menn hafa verið að benda á hérna. En þetta er nú samt sem áður þannig, svo ég endurtaki það, að það eru þarna girðingar og sko Bandaríkjaforsetar hafa rökklast frá völdum. Fyrir að brjóta hér fyrir með framgöngu sinni, hafa þeir gengið fram af lögunum, fram af dómstólum og verið ýtt í burtu. Þannig að það eru þarna varnir, lýðræðislegar varnir, þannig að við skulum ekki alveg láta hrekjast út í það að hér sé að verða einhver ógurleg tíðindi á borð við það þegar... Við eigum svolítið ekki að gleyma því að Donald Trump er hluti af stærri hreyfingu. Nei, það var bara þetta, hvernig sko, þetta þróast, þú veist, af því þá héldu svo margir í aðdraganda talandi trúðu aldrei kæmist til valda og hann tala bara svona, hann meinar ekkert með þessu svona vindur upp á sig sko. En ég held að það var nákvæmlega þetta fyrir ekki að menn sko vonandi verða girðingarnar
betur settar upp en þær voru á sínum tíma Já, og að menn séu já. fyrir að átta sig á þessum hættumerkjum öllum. Hvað eigum við að gera á Íslandi svona, sko, við erum NATO-þjóð, hann nú kannski ekkit, ber ekki mikla virðingu fyrir því, svo sem Donald Trump heldur. Hvað eiga Íslendingar að gera? Mér finnst rosalega mikilvægt að við pössum allavega að sagan endurtaki sig ekki og að við lendum ekki í svipuðum aðstæðum og við lendum í síðast að alla líkur eru á því að við höfum verið millilendingarstaði fyrir fangaflug Bandaríkjanna þegar að pyntingar herferði Bandaríkjamanna stóðu yfir í Íraksstríðinu á tímum Bush yngri. Við höfum nú bara nokkuð staðfesta fregnir af því þótt að íslensk stjórnsýsla hafa aldrei fengist almennilega til þess að staðfesta. Þú varst að reyna að draga einhver svör fram á þinginu mitt. Já, og fékk þá svör gagnvart því. En það sem að mér er svo mikilvægt við þetta er að ef það er rétt að 200 flugvélar tengdar CIA tengdar alríkisþjónustu Bandaríkjanna lentu hér með fanga borð sem átt að flytja í leynifangelsi sem átt að pynta að þá eru þeir aðilar sem að urðu til þess að þetta átti sér stað sem að leyfðu þess að gerast. En það þarf ekki Trump til. En það greinilega ekki Trump til. Nei, en hann hefur verið að tala um að vekja þetta upp á nýtt. Hann hefur verið að tala um að hann langi að opna allir þessi fangelsi upp á nýtt, hann langi að byrja pyntingar upp á nýtt. Þær virki og séu voðalega sniðugar bara til þess að fá fram einhverjar upplýsingar frá vígamönnum og þetta er ekki bara eitthvað sem við sjáum í 24. Þetta eru stríðsglæpir, þetta eru glæpir gegn mannkyni, pyntingar eru stórhættulegar og við verðum að passa ef fangaflugvélarnar lentu hér. Það áttu þeir sem áttu hlutdeild af því, það áttu þeir hlutdeild í stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni. Að Íslandi hvað? Sko aðeins kannski svolítið, bandamenn eru náttúrulega, Bandaríkin hafa verið bandamenn okkar bara frá upphafi og eiginlega, svo má segja, hérna lýðveldisins okkar og mjög mikilvægir í menningarlegu, í viðskiptatilliti, í varnarlegu tilliti. Við erum Evrópuþjóð og þetta á náttúrulega við margar Evrópuþjóður í allavega okkar hluta álfunnar og ég myndi segja að væri bara gríðarlega mikilvægt að við værum í þéttu sambandi við þessar þjóðir. Við erum Evrópuland, þetta skiptir miklu máli, annars vegar Norðurlöndin hér okkar nánustu nágrannar og síðan Evrópa í heild, því að ég held að þetta muni hafa hver sem þróunin verður eiginlega, muni hafa áhrif á þróun mála í Evrópu og það skiptir okkur máli. Það náttúrulega, sko, Guðmundur Hálfdanarson sakfræðingur hefur sagt í þessu að maður má ekki hætta talsambandinu. Nei. Þú verður að þekkja, ef þú vilt kalla það óvininn, og þú verður að vita hvað það hugsa. Já, en það sko, eins og Hanna var að benda á, ég meina að saga þessara samskipta og þessi samskipti sem ég held í öllum aðalatriðum að þá hafi bara íslensk stjórnvöld brugðist rétt við í þessu máli. Já, Guðlaugur, þú hefur og ég held að hann sé að koma til ykkar hérna á eftir og hann hefur gagnrýnt þetta, hann hefur talað að við samsömmum okkar því sem Norðurlöndin eru að gera og það sem Evrópa eru að gera. Og ég held að, svo krakkarnir segja, sko, við þurfum að halda kúlinu líka, sko. Þetta þarf ekki að bregðast við með einhverjum yfirdrifnum hætti að sko, bandarískt samfélag er ekki að umturnast. Nei, svo það stóra myndir, eins og Þórhildur komið einn punkt á, sko, að það eru þessi þjóðernissinnuðu flokkar sem eru að vera sterkari svo sem í Evrópu, þannig að það er mjög sterk andlýðræðisleg hreyfing í gangi akkurat núna og við þurfum bara öll sem erum lýðræðissinnar og þykja vænt lýðræðið okkar og þykja vænt rétt okkar allra til að lifa jöfn fyrir lögum, sama hvaðan við komum eða hvernig við erum, bara sem manneskjur. Það skiptir rosalega miklu máli að við séum ekki bara að tala að taka hlutunum temmilega rólega þegar að það er risastór hreyfing út allan heim sem er að berjast gegn því að við höldum okkar lýðræðislegu gildi og er að berjast fyrir mismunum. Daglega frá Donald Trump þó hann vil nú kannski minnst vita af fjölmiðlum svo sem nema þegar honum hendar. Og tístið hans. Já, og tístið hans og svona, en var gott að fá ykkur hingað, Hanna Katrín Friðriksson, þingmaður Viðreisnar, Páll Magnússon, Sjálfstæðisflokki, Þórhildur Ævarsdóttir í Pírötum. Takk fyrir komin hingað á Þjóðbraut. Takk svo mjög. Og við höldum áfram, verið með okkur áfram. Já, komið þið sæl á ný. Hann er sestur hjá mér, Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra. Velkomin í þáttinn. Takk. Við byrja kannski á sígildu máli sem hefur vakið mikla athygli í vikunni, Donald Trump. Hver voru þín fyrstu viðbrögð þegar þú heyrðir að þessu? Það kom nú svolítið óvart. Ýmislegt hefur, við reynum að fylgjast með því hvað er að gera svona almennt, sérstaklega þegar það kemur að Bandaríkjunum og svo sem ýmsu öðru. Þannig að maður var ekki búinn að heyra að þetta var í pípunum þó allir vissu að hann hefur talað með þessum hætti. Þannig að fyrsta verkefni á sunnudagsmorgni er nú bara að fá að kanna hvað er í gangi og hvort að það sem er í fréttum sé rétt og svo framvegis. Bráðir við að heyra þetta?
Já, við getum sagt að það kom mér óvart. Já, ég með brá svolítið hvað það varðar eða þetta kom óvart. Maður vissi ekki að þetta væri í pípunum. Og það kom svo sem augljóslega ekki bara mér óvart. En það sem búið að breytast kannski það að við höfum líka svo miklu skemmri tíma heldur en áður. Nú bara klukkutími langur tími þegar kemur á svona málum. Og sem betur verið ég bara staddur heimið á mér í þarna gráeinum og hef þá tækifæri til þess að taka úr síman og getum sagt ræsa út úr ráðunettið og fá þær upplýsingar sem ég taldi nauðsynlegar áður en ég setti tweetið á stað. Hefur þið tekið ákvörðun það núna eftir þessa daga hvort og hvernig við ætlum nákvæmlega að bregðast við þessu? Við brugðumst náttúrulega strax við þessu. Já, ég meina núna í kjölfarið með hvort að það hefur eitthvað svona sameiginlega ákvörðun með Norðurlöndunum eða hvernig þetta? Ég raun í öll Norðurlöndin búin að bregðast við og það sem ég var að vísa til svona samráð og samvinnu var einfallega það ég fann það að það vilji allra og svo sannarlega minn þegar Norðurlandaráðherrana sem ég tala við að efla sambandið enn frekar og það sem verður gert núna á næstu vikum að utanríkisráðherra Norðmanna mun kalla okkur saman til þess að ræða það mál, hvernig við getum eitthvað strúktúr á það og þá er það í víðu samhengi. Það snýr ekki einu einstaka máli eða samskipti við eitt land. En það sem mennum svona átt að sjá því og er svona samstæð að þrátt fyrir að það sé misjöfn aðstæði hjá löndunum, sumir í NATO, önnur ekki, sumir í ESB, önnur ekki, að þá þetta vettvangur sem mikilvægur og það hlustað á okkur og það spurning hvernig við getum formað þetta samstarf sem allra best. Erfiðar að standa upp í hárun á Bandaríkjunum heldur en öðrum löndum þegar að svona laga gerist? Snýstu kannski ekki bara að standa upp í hárun á? Nei, ég meina bara mótmæla þessu mjög afdráttarlaust. Já, nú bara þannig öll lönd í þeirri stöðu að þú verður allt það sem gert það skapa fordæmi. Við þurfum á nágrönnum okkar halda, bæði stórum og litlum og þess að reyna menn og almennt að vanda sig í alþjóðlegum samskiptum. Og þetta eitthvað sem menn þurfa að hafa í huga. Það aldrei, jafnvel þú getur sagt það, kannski ekki oft í mörgum tilfellum, það til smærri þjóðurum við. Að nú við kemum illa fram við smærri aðila því við töldum að það myndi við kemumst upp með það að þá eru líka að skapa fordæmi að það sé hægt að koma þannig fram við okkur og það hins vegar bara algjörlega ljóst að sérstaklega vestræn ríki þurfa að vinna mjög náið saman þetta er alltaf þurft að gera en kannski enn frekar nú af mörgum ástæðum til dæmis í öryggis- og varnarmálum. En þetta ekki fullkomlega, þú veist, þegar það íslensku ríkisborgari til dæmis sem ætlar að fara þarna út og hann með meinaður aðgangur, þetta ekki bara óboðlegt? Það var okkar afstæða, þetta var náttúrulega okkur sem gengi alls ekki upp, þetta það sem við vöruðum við strax. Ef þú skoða viðtal við mig á sunnudeginu, þá ég vara við nákvæmlega þessu, fengum síðan staðfesting á því að þetta var niðurstaðan og unnum í því bara sleitulaust þá til að lausn var fengin. En höfum það líka alveg á hreinu að bandaríska sendiráðið var líka mjög einarlega að því að leysa úr þessum málum eins og bandaríska stjórnkerfi í rauninni í þeim, ef sýnist mér út allan heim. Hvað með bara Trump almennt? Ég meina, nú það eru bara nokkrir dagar liðnir síðan hann var forseti, ef hægt að orða það þannig. Þið sjálfstæðismenn eru ekkert sérstaklega hrifnir af Evrópusambandinu, þannig að maður myndi kannski halda svona við værum að halla okkur kannski aðeins meira aftur í átt til Bandaríkjanna. Er það erfitt ef það fara að gerast margir svona hlutir hjá honum núna í kjölfarið sem að við þurfum að vera aftur og aftur að mótmæla eða segja að við séum ekki hrifin af því hvernig þeir eru að haga sínum málum? Eitt útilokar ekki annað og það er mikilvægt að við verðum með góð samskipti við Evrópusambandið. Það til dæmis það sem mínar áhyggjur til dæmis ástand í Evrópusambandinu. Og nú þannig þó það væri vægast sagt mjög óskynsamlegt að gangi í Evrópusambandið. Það var ekki okkar hagur að gangi illa. Sömuleiðis að þá náttúrulega erum við búin að vera með mjög gott samband við Bandaríkin sérstaklega frá lýðveldisstofnun og þetta hefur verið okkar allra nánasti bandamaður og við erum ekkert að gera upp á milli bandamanna. Það er okkar hagur að við séum með öryggi. Til dæmis eina ástæðan fyrir því að hér er mikið af ferðamönnum það að menn teldi að vera örugt land. Ef það myndi breytast þá myndi ferðamanniðnaðurinn virkilega finna fyrir því fyrir utan bara hvernig okkur líður verið í okkar eigin landi. Á sama hátt að þá væri Ísland fátækt land ennþá ef við hefðum ekki aðgang að erlendum mörkuðum og værum ekki með okkar markaði opna. En það sem ég kannski við og getum þá kannski fært okkur yfir í það mál að maður hefur svona tilfinningun að þú segir að við viljum vera í góðu samstarfi við Evrópusambandið að það sé svona ákveðinir aðilar sem sjá bara mikinn hag í til dæmis eins og Brexit að leið og ein þjóð fer út úr Evrópusambandinu þá myndist bara mikil tækifæri þar og við einhvern veginn ætlum að stökkva svolítið á það.
Það er náttúrulega mikil tækifæri í því. Sko, Hvað tækifæri helst? Evrópusambandið, sko, umræðan hefur verið svolítið sérkennileg hérna á Íslandi. Meðal annars vegna þess að þegar menn kalla á Evrópusérfræðinga þá kalla menn bara á þá sem eru mjög fylgjandi í Ísland gangi Evrópusambandið. Er það þannig? Já, algjörlega, og það vita það allir. En hins vegar ef þú fylgist með umræðinni í Evrópusambandinu undanförnum árum, áratugum, að þá sjáum við að gagnrýni hefur ekki síst verið vegna þess hversu loka Evrópusambandið er. Og þeir sem til þess keyrðu áfram Brexit, þeir þarna lögðu á það áherslu að Breta þyrfti að hafa sína eigin viðskiptastefnu vegna þess að þeir sé ekki nýta þau viðskiptatækifæri sem að eykur samkeppnishæfni bresku þjóðarinnar, til dæmis verslun við samveldin og svo framvegis. Þess vegna er þarna breski forseti að tala Global Britain. Þannig að og ég veit ekki, þess vegna þegar maður tekur umræðan á Íslandi, ég hef tekið umræðan Evrópusambandið mjög oft í Evrópu og ég tala meira Evrópusambandið á ensku heldur en íslensku, því að hér vilja menn aldrei tala málin sko á einhverja dýpt. Er það þannig? Það er mín upplifun. Ég vissi bara búin að vera í þessu 25 ár. En er það ekki bara þannig að þið sem eruð á móti Evrópusambandinu eru að gera ykkur sek nákvæmlega sömu hluti eins og þeir sem eru með, að þetta er bara allt rosa slæmt og að þarna gengur allt illa, það er ekki þannig og hefur ekkert verið þannig? Það einu sem ég segi bara á hverju tökum ekki umræðin. Ef þú spyrir mig spurningin svo spyrðu núna, að þá augljóslega er umræðin á ekki réttum stað. Nei, það sem ég er að spyrja er að þeir sem eru á móti Evrópusambandinu, eru þeir ekki að gera sig seka það líka að halda umræðinni þarna? Ég bara ekkert orðið var við neinu umræðu á dýptina Evrópusambandið. En ykkar málflutningur er oft bara eins og þú veist að þarna sé engin hagvöxtur, það gangi allt illa og svona skilur það. Það er að málið upp aldrei svarthvít mynd. Nei, það getur bara hver að lítið á tölurnar. Ég er bara með skýrslu bara í töskunum minni sem er gerð af sko Federal Think Tank sem eru sko þarna sem eru mest harðari fyrir Evrópusamstarfinu, þar að segja á dýptina, vilja fara í eins mikil pólitíska samræðs og mögulegt er, sjá sem er náttúrulega það sem er ráðandi í Brussel og hjá þessum stærstu flokkgrúpum að þeir vilji fara í Federal Europe, þar að segja svona sambandsríki í Evrópu. Og ég get bara bent þér á það, lest þú bara þar hvað stendur ástand í Evrópusambandinu, ég ætla ekki að segja neitt. Bara þar fara þeir segja þar að crisis is the new norm í Evrópusambandinu og þú getur þýtt það og ég meina ég bara get látið fá þessa skýrslu. Þetta er ekki mín orð, þetta eru þeir sem er harðastir í þessu, er að fara yfir þarna sko hagvöxtinn, þeir eru að fara yfir þarna atvinnuleysi ungs fólks, minnkandi vægi í Evrópu í heimsviðskiptum og svo framvegis. Og það að menn sé ekki að standa þau áætlanir sem höfðu varandi samkeppnis eða annað slíkt. En stór hluti íslensku þjóðarinnar vill fá að kjósa þetta og við vitum það alveg. Og hvað er svona agalegt við það? Sko, ég ætla ekki að fara að berjast fyrir því að fara að kjósa aðild að Evrópusambandinu. Nei, þú ætlar ekki að berjast fyrir því, en þú ætlar að berjast fyrir... Ef þjóðin ákveður að gera eitthvað, þá bara gerur hún það, skilur. En hins vegar það sem ég bara segi, og mér finnst svo skrítið á hverju umræðan er alltaf þar, á hverju ræðum við ekki hvað felst yfir í Evrópusambandinu og hvað tækifæri Íslendingar hafa. Sko tækifæri okkar felast í því að hér verði mikil fríverslun. Við höfum alltaf gríðarlega mikið fengið út úr EFTA fríverslunarsamningunum og núna er opnast leiðir sem ekki gerst lengi út af því að Bretar ætlar að fara í mikla fríverslunarsamninga við sögum heiminn. Ef að það tekst, að þá eru að tala það, að þá er komið svona aftur eftir svolítið langan tíma aukin tækifæri í þarna alþjóðaviðskiptunum. Það er hagur útflutningsþjóðar eins og Íslendinga. Og við erum að keppa unga fólki okkar og ef við ætlum að hafa hér samkeppnishæft umhverfi, nú þá þurfum við að vera opið þjóðfélag og við þurfum að hafa aðgang á mörkuðum annar staðar. En nú er samstarfsflokkur ykkar í ríkisstjórn annar er ekki á sama mál eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Hvernig mun ríkisstjórnin tækla þetta mál á þessu kjörtímabili? Það er bara tekið fyrir í stjórnarsáttmálanum, það er bara alveg skýrt. Og við erum samt sammála í mjög mörgu þegar kemur þessu. Við viljum byggja traustu sambandi varðandi EES-samningin, sömuleiðis varðandi samstarfni í Atlantshafsbandalaginu. Það ber samt mikið á milli Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að afstöðunni nákvæmlega til ESB. Jú, það er bara sérstaklega tilgreint hvernig við erum farið með þau mál. En ég hef ekki orðið var við annað heldur en að það sé góð sátt það bara á þinginu almennt og mikill skilningur á því að við eigum að nýta þau tækifæri sem uppkoma þegar kemur að fríverslun í heiminum. Og þetta snýr ekki bara af okkar hagsmunum því ef við ætlum í alvöru að hjálpa þeim þjóðum sem að eru fátæk
að þá eigum við þetta að opna okkar markaði líka og hjálpa þeim til þess að nýta þau tækifæri sem þar eru. Við vorum fátækasti þjóðin í Vestur-Evrópu þar síðustu aldamót og við varum ennþá mjög fátæk ef við værum ekki með að opna markaði. En væri ekkert mál fyrir ykkur í Sjálfstæðisflokknum að sitja í ríkisstjórn ef þetta mál verður sett á oddinn og það verður ákveðið að kjósa þetta? Þetta verður bara allt saman að koma í ljós. Þetta nú ekki alveg beinlínis það sem uppi núna í þarna í alþjóðamálum. Margir þessi kusu Viðreisn eru kannski kjósa Viðreisn meðal annars út af þessu. Jú, ég var að skoða hvernig í morgun. Það hefur aldrei verið minna fylgi við að ganga í Evrópusambandið. Það snýst málið. Það er 17% þjóðanna sem vil ganga í Evrópusambandið. Og nú eru bara mjög mikið af málum sem uppi komið varðandi í alþjóðastjórnmálunum. Og við verðum náttúrulega að líta á hlutina eins og þeir eru. Það eru bæði tækifæri svo sannarlega líka áskoranir og jafnvel hættur þegar kemur á alþjóðamálunum og við þurfum auðvitað að ræða það út frá því. Ef einhvern berjast fyrir einhverju og tala fyrir því þá er það bara sjálfsagt og bara besta mál. En hins vegar verðum náttúrulega að tala hlutina eins og þeir eru og núna er staðan sú að og það er ekki Evrópusamstarfi er ekki bara ESB. Þannig að menn eru í Evrópusamstarfi, sumir í EFTA, sumir í ESB, sumir landir í Schengen, sumir ekki, sumir í NATO, önnur ekki, sumir í evrunni, önnur ekki og mér finnst alveg sýnt að við munum sjá svona fleiri valmöguleika hvað þetta varðar og við höfum að tala þetta í breiðara samhengi. Við erum öll sammála það að Evrópa er náttúrulega okkar nánustu vinaþjóðir, sérstaklega á Norðurlöndunum og við höfum þetta rækta tengslin við þau og því meiri samvinna á milli þessara þjóða, það er bara í besta mál, mjög mikilvægt en það er ekki hægt að nálgast þetta þannig að þetta sé annarkvort eða við höfum marga valmöguleika. En þú segir að sé tækifæri í því fyrir okkur að Bretar fara úr ESB. Hvað sérðu fyrir þér að við séum til dæmis að ná meiru út úr samskiptum við þá núna heldur við vorum að gera áður? Það hlýtur að vera markmið hjá okkur að vera með meira samstarf við Evrópuþjóðum, þar með talið Breta. Nú það eru núna, þá erum við ekki með fullan markaðsaðgang til dæmis á ýmsum vörum þegar gegnum EES-samningin. Þannig að við hljótum að sækja á það hlýtur að vera okkar markmið þegar við semjum þegar við komum að því að semja við Breta fríverslun. Á sama hátt að þá þurfum við að vinna saman með þeim og sérstaklega þessu nánustu ríkjum, Noregi og Danmörku þegar kemur öryggis og varnarmálunum og við verðum að vinna með öðrum þjóðum og þá sannarlega þessum þjóðum þegar kemur umhverfismálunum og loftslagsmálunum. Við höfum átt gott samstarf á sviði tækni og vísinda og ýmsum prógrum sem að vera í gangi hjá Evrópusambandinu, svo ég tala nú vel það. Og það hefur komið fram hjá forsætisráðherra Breta, hún hafa áhuga á því að halda því áfram. Þannig að ég sé sannarlega bara tækifæri í þessu. Auðvitað er að geta allir hluti farið illa ef menn nýta ekki tækifærin. En ég held að það sé nú ekki á þessum stigi ekkert sem bendir til þess að þannig ætti að fara. Mér langar til að spyrja aðeins svona í lokin út í ráðherraskipanina. Það hefur oft verið umræðum að flokksforysta Sjálfstæðisflokksins sé þér ekkert sérstaklega hliðholl. Bjóst þú alveg eins við því að vera ekki valinn ráðherra? Nei, ég gerði það nú ekki. Og ég og mitt samstarf við Bjarna Benediktsson er mjög gott og hefur og alltaf verið gott en hefur bara styrkst á undanförnum árum. Hvaðan sprettur þessu umræða þá að til dæmis mörgum af þínum svona nánustu fylgismönnum þar sem þeir eru ofta að tala um það á samskiptamiðlum og annars staðar að flokksforystan sé þér ekki hliðholl? Ég verið að skrifa og ég get ekki, nú eru samfélagsmiðlarnir eru náttúrulega mjög, það er margt sem gerist þar og ég get alls ekki útskýrt allt það sem það stendur. En ráðherraskipunina, skilurðu ósættið þá til dæmis Páli Magnússoni og Brynjari Níelssoni? Það eru þetta þannig að þú ert að hafa ákveðið jafnvægi í þessu og það sem á menn eru að líta til svona ýmissa sjónarmiða. Þetta eru báðir mjög öflugir forystumenn og þekkið á báða, bara frábæri menn báðir og þú getur líka nefnt Harald Benediktsson sem sömuleiðis er mjög hæfur stjórnmálamaður og það var alveg augljóst að þessir aðilar náttúrulega komu mjög vel til greina sem ráðherra og myndu standa sér afskaplega vel sem ráðherra, ég efast ekkert um það
og en þeirra tími mun örugglega koma. Aðeins þingið, þessi litli meirihluti, það náttúrulega mikið vald hjá hverjum einasta þingmanni í raun og veru ef að menn vilja nota það. Sérðu fyrir þér að það þurfa að vera öðruvísi vinnubrögð á þinginu núna á þessu kjörtímabili út af þessum litla meirihluta? Ég held að við þurfum hvort heldur sem að þá þurfum við alltaf að reyna að ná málunum ef einhver möguleiki meiri sátt heldur en oft hefur verið. Ég held að það sé bara einhvern veginn eitthvað sem að sé sjálfgefið. En þegar út með lítið meirihluta og það vita allir hvernig það er. Jú, þú getur sagt að hver og einn sé með eitthvað neitunarvald. En það vita ef að menn ætla að fara að nálgast það þannig, þá verður náttúrulega samstarfið mjög sérstakt sko. Og örugglega ekki, menn verður ekki ná góðum árangri. Og mér hefur nú fundist allavega á þessum fyrstu vikum að menn bara væri að þétta raðirnar. Og það hefur verið mín upplifun og þetta er þetta bara nokkra vikur en samstarfið bæði við Viðreisn og Bjarta framtíð, hvort sem að það eru ráðherrar eða þingmenn hefur bara gengið mjög vel og mér finnst vera mér finnst allir vera meðvitaðir þessa stöðu og það hafi bara þétt raðirnar en auðvitað að reyna á þegar að koma svona stór mál þegar að framlíða stundir en fram til þessa hefur þetta gengið vel. Mér langar bara rétt í blálógin að spyrja það er gaman að spyrja svona einnar spurningar sem er svolítið ótengt. Þú ætlaði fyrir 2 árum að beita þig fyrir lögleiðingu MMA á Íslandi. Ertu enn þeirra skoðunar að það eigi að lögleiða MMA? Já, það sem ég vísu lagði upp með það, við myndum nú byrja á sem ég held að vera mjög góð byrjun að bara skoða reynslu Svía. Ég held að þeir hlupu ekki að þessu, heldur þeir fóru og tók út, gerðu skýrslu og úttekt og þeirra niðurstaða verið svo að þeir væri skynsamlegt að lögleiða þetta. Mér finnst mjög líklegt að við kæmumst á þeirri niðurstöðu ef við myndum skoða þetta. Og í það minnsta er svolítið sérstakt að við erum með þennan svakalega öfluga íþróttamann, fleiri en einn, sem að má keppni í útlöndum en ekki hér. En það sem ég nálgast bara þannig, við skulum bara skoða þetta út frá öllum hliðum, gerum þetta faglega og vel og tökum umræðina í rólegheitunum. Ef það er gert, já, þá held ég að það verið niðurstaðan svo að þetta verið löglegt, en þetta er ekki mínum höndum. Ég reyndi að setja máli á stað á sínum tíma. Það er svona gekk kannski ekki alveg eftir, en það eru nú öflugir þingmenn á þinginu sem geta vel verið að þeir taki upp það merki. Takk hérlega fyrir komuna, Guðlaugur. Við höldum hér áfram eftir stuttastund. Já, komið þið sæl á ný. Þær eru sestar hérna hjá mér Drífa Kristjánsdóttir, verkefnisstjóri og Edda Ólafsdóttir, félagsráðgjafi hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Velkomnar. Takk. Ég fæ ykkur til að ræða að því þið eruð að vinna að málefnum flóttamanna og þessar fjölskyldur sem voru að koma núna til landsins. Ef þú myndir byrja á að segja okkur kannski, Drífa, við heyrum að þessu þegar það er koma og það tekið vel á móti þeim, en hvað gerist svo? Svo náttúrulega bara tekur raunveruleiki við. Þau fara, það er mjög mörg að hyggja. Þau fara auðvitað fyrst í læknisskoðanir. Það er mikilvægt að tjekka á heilsufarinu og það sé í lagi með þau. Síðan fara þau fara krakkarnir í aðlögun í skólan. Fullorðnir fara í íslenskukennslu og svo bara rúlar þetta. Skólinn, íslenskukennslan, er þetta eitthvað aðlögunarferli eða hvernig gengur þetta fyrir sig? Já, auðvitað. Krakkarnir fara við ætlum að byrja með þau núna saman. Það eru 10 krakkar hjá okkur núna sem eru og það eru, hvað eru margir að fara í skóla? Það eru 7 sem eru að fara í skólan og þau verða öll saman hjá kennara og svo fara foreldrarnir fara í íslenskukennslu bara sem auðvitað núna á Íslandi orðið svo algengt, við erum komið svo mikið útlendingum, það er ekkert sérstakt vandamál að finna íslenskukennslu við hæfi fyrir þau. En krakkarnir þurfa auðvitað að fá, og við hugsum vel við þau þurfa að fá góða aðlögun inn í skólana. Þannig að þau fara svona smá saman. Hvernig er það, fá allir sem að kominga á þessum forsendum sömu meðferð? Er bara eitthvað ferli sem tekur alltaf við eða er þetta misjafnt eftir tilvikum? Þú ert að tala það núna kvótaflóttafólk. Kvótaflóttafólk, það er fólki sem kemur hingað og það er ríkisstjórn Íslands sem ákveður. Nú ætlum við að bjóða þetta mörgum og þá fer ákveðið ferli í gang og þetta er velferðarráðuneytið sem sér að útfæra þetta, semur við sveitarfélög
og biður eru þið tilbúin til að taka á móti kvótaflóttafólki. Reykjavíkurborg, þetta er til dæmis 7. móttökuverkefni sem við erum að vinna frá 2005, þannig við erum komið með mikla reynslu og síðan fer bara ákveðið ferli í gang þar sem er samið við Reykjavíkurborg og síðan er líka samið við Rauða krossinn sem sér svona afmarka verkefni en meginþungin á verkefninu hvílir á sveitarfélaginu og eins og Drífa sagði það er ýmislegt sem þarf að huga að. Drífa er ráðin sem sérstakur verkefnastjóri í verkefninu. Svo er náttúrulega líka alltaf fagfólki hjá Reykjavíkurborg sem er að koma að þessu verkefni á einn eða annan hátt. Við höfum verið í mikilli samvinnu til dæmis við skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Svo er það félagsráðgjafarnir og þroskaþjálfarnir og virkniráðgjafarnir og námsráðgjafarnir og fleiri hjá Reykjavíkurborg sem munu tengjast þessu verkefni á einn eða annan hátt. En við þurfum náttúrulega alltaf að horfa á þarfir fólksins. Hverjar eru þarfirnar? Þau eru svo mismunandi stödd. Og þá þurfum við að horfa bæði líka á einstaklingana, á börnin og fullorðina og svo náttúrulega fjölskyldunar. Einmitt aðeins að því þegar við erum að tala þessa þjónustu eins og íslensku kennsluna og skólana og svona, gengur þetta alltaf snöðrulaust fyrir sig þar að segja nýtir fólk bara þessa þjónustu og aðlagast eða þarf oft að fylgja þess eitthvað eftir þannig að þetta gangi fyrir sig eins og vonast eftir eða ætlast til? Það sko, við þurfum kannski að hugsa það sko, þú segir vonast eftir að ætlast til, maður þarf að velta fyrir sér sko, hvað góð aðlögun, hvernig aðlagast flóttafólk Íslandi eða nýjum stað og það auðvitað svona misjafnt sko hvað maður vill sjá þau eftir árið, nóg að þau séu svona tiltölulega sko, séu farin að vinna eða hafa eitthvað fyrir stafni, hvort að börnin eru á dafni í skólanum, hvar viljum við sjá þau. Af því íslensku kennslan sko, þau fara auðvitað af stað í hana, en reynslan hefur bara sýnt að það mjög erfitt fyrir þau að læra íslenskuna auðvitað, nýtt tungumál. Líka bara því að svona til þess að byrja með þetta hugurinn svo upptekinn á öðru. Þau eru upptekinn að hvað er að gerast heima, hvað er fólkið mitt, hvernig verður hér, höfum við nóg að bíta og brenna, hafa fjárhagsáhyggjur, hafa áhyggjur af börnunum sínum og þetta er svona svolítið rekst hvort á annars horn. En við viljum senda þau út, við viljum ekki að þau sitji heima þegar þau eru komin og þá náttúrulega sko, íslenskukennslan og samfélagsfræðslan mjög mikilvæg. Og þar læra þau auðvitað sko, hvernig virkar íslenskt samfélag, hvernig samskipti kynjanna, hvað gerum við hér, hvað borðum við, hvernig sko, samskipti við lögregluna til dæmis, það oft mikil tortryggni gegn yfirvöldum, þannig við þurfum að kynna þeim fyrir hvernig þetta virkar hérna. Þannig það er svona ýmislegt sem að... Hvað með nú fólk að koma kannski eins og í þessu tilviki úr mjög erfiðum aðstæðum og það eru jafnvel áföll og annað. Hvað með eins og sjálfræði þjónustu eða áfallameðferð, það hlýtur að vera eitthvað sem þarf að huga? Jú, svo sannarlega, sko, en það er kannski ekki mælt með því að þau fari strax í að vinna með áföllin, þau þurfa að fara í gegnum þetta allt sem að Drífa var að segja frá. Það sem betur fyrir, fleiri og fleiri sérfræðingar sem að geta sinnt fólki sem í áfalli og náttúrulega fagfólki, við þurfum að vera vakandi fyrir, birtingamyndinni því hún getur verið svo mismunandi hjá börnum og fullorðnum. Þannig að við þurfum að bregðast við og oft erum við að sjá til dæmis að fólk á erfitt með að sofa. Martraðir og ýmislegt fleira, alls kyns svona verkir. Þetta getur verið svona eitt birtingaformið á. Svo er það líka hvað er að gerast hjá börnunum. Og þess vegna þetta er samstarfsverkefni svo margra aðila. Og svo langar mér til þess að bæta bara við að inn í þessu daglega lífi að þá eru stuðningsfjölskyldur Rauða krossins. Þær geta komið óslega sterkt inn með þennan stuðning að aðlagast daglegu lífi. Er eitthvað sérstætt sem hefur reynst erfitt í fortíðinni, eitthvað sem að þið hafið þurft að huga sérstaklega að út frá því að það hafi verið erfitt í þeim tilvikum sem hafi verið að koma flóttamenn hérna á síðustu árum? Það er kannski bara mjög erfiðar minningar vera að koma úr hörmulegum aðstæðum. Ég hef ekki ímyndunarafl til þess að ímynda mig hvað þetta fólk hefur gengið margt í gegnum. Sem betur fer búum við á Íslandi og hér er friður. Og ég svo sannarlega kann ég að meta það eftir að hafa unnið með flóttafólki hvað þetta er mikils virði. Og bara þetta þannig við erum að sjá það og líka það við erum að sjá oft að sko, sumir eru bara líka með ákveðið samviskubit. Ég fekk að koma til Íslands, ég fekk tækifæri til þess að fara, en fjölskylda mín og vinirnir mín og nágrannar. Þannig það er svo margt, það er svo mismunandi hvað þau eru að takast á við, bara út frá því hvað þau hafa upplifað og hversu lengi hafa þau verið að flótta.
Og það er til dæmis eitt af því sem við vitum Sýrlendinga, þeir hafa verið lengi á flótta, hvað gerist á flóttanum, svo eru þau í útlegð, hvað gerist þar, það getur oft verið erfitt að vera í sem sagt, öðru landi, í flóttamannabúðum, þau eru ofta að upplifa hræðilega hluti þar líka, sko. Já, og ég held kannski að skipti máli líka að það sem við höfum lært á þessum árum er að þú þarft bara að horfa á einstaklinginn og hverja fjölskyldu, að það gengur ekkert allt fyrir alla, eins og með þessa íslensku kennslu. Sumir læra bara svona, fara bara og læra íslensku og koma sér út, aðrir eru miklu seinni stundum, kemur það bara kannski síðustu mánuðunum, og sumir bara geta aldrei lært nýtt tungumál, þú veist, og þá þarf maður bara að vinna með styrkleika hvers og eins og reyna bara að sjá hvað hentar þessum einstaklingi og við erum svo heppin og við erum með mjög fínt fagfólk og ekki með, við erum með svo fáa einstaklinga í raun og veru. Við erum núna með 21 í Reykjavík og við getum, höfum efni á því að horfa á hvern og einn og hugsa með sér, ok, kannski virka þetta fyrir þennan og við getum talað við þetta fólk til að reyna laga þessar aðstæður, En hvernig núna tók maður eftir því þegar þessa fjölskyldur koma, það fengur mjög góða móttökur og þetta er einhvern veginn afskaplega lélegt og maður er svolítið stoltur að því að vera Íslendingur þegar það tekir svona á móti fólki. Hvernig finnst ykkur umræðan flóttafólk almennt vera í samfélaginu? Já, við erum bara mjög glaðar með viðtökurnar á Íslandi. Það er bara alveg dásamlegt. Bara þegar maður tekur upp símar og hringir og segir hvað maður er að gera, þá er allir tilbúinir að gera hvað sem er, Þannig að þið upplifið mjög mikla jákvæðni. Mjög mikla jákvæðni. Já, sérstaklega til gagnvart kvótaflóttafólkinu, en svo náttúrulega megum við ekki gleyma hópnum sem er að koma hingað að eigin vegum og sækir alþjóðlega vernd. Margir þeirra fá stöðu og þeirra staða er ekki sambærileg og við erum ekki að bjóða upp á sambærilega þjónustu eins og gagnvart kvótaflóttafólkinu. Er það eitthvað sem við þurfum þá að bæta? Já, við þurfum að gera það og það er nú þegar byrjað að huga að þessu að jafna stöðu þessara tveggja hópa. En það er hópur og það er oft, við vitum það og félagsráðgjafarnir og annað fagfólk sem er að vinna á gólfinu og út á vettvangi, það finnur það að þetta er oft mjög erfitt. Og að það alerfiðasta fyrir þennan hóp er húsnæðis og skortur. Það er bara í raun og veru neyðara ástand. Er eitthvað sem er verið að gera eða hefur verið að gera sérlega vel hér á landi? Svona miðað við það sem gengur og gerist í nágrannalöndunum? Já, það sem hefur vakið athygli erlendis er einmitt þetta samspil kannski sveitafélagana og svo Rauða krossins. Og þessar stuðningsfjölskyldur sem er Rauða krossin, það er þeirra innlegg í verkefnið er að þjálfa upp og finna stuðningsfjölskyldur og það hefur hjálpað fólki mjög mikið að komast út úr þessar einangrun sem oft er auðvitað. Að þá kemur eitthvað til þín þó að það ekki bara bjóður í bíltúr eða heim til ömmugrill eða hvað sem er og þá komast aðeins út og komast í tengsl við bara íslenska fjölskyldur og venjulegt fjölskyldulíf og það er auðvitað ómetanlegt og það hefur vakið athygli erlendis, einmitt þetta. Og það hefur skilað sér í sumum tilfellum í bara mikilli vináttu og bara sterkum fjölskyldutengslum sem hefur verið náttúrulega bara alveg dásanlegt og skemmtilegt. Látum það vera lokaorðin, við heyrum vonandi góða hluta af þessu fólki í framhaldinu. Takk hérlega fyrir komuna. Takk. Já, takk. Við segjum þetta þá gott á þessu sinni, verið sæl.